Aronar, stór leikur í höllinni hjá okkur, spiluðu vel og mikilvæg sigur. Já, bara eins og mikilvægasti held ég. Þetta voru bara risa 2 stig sem voru í boði hérna í kvöld. Þannig að eiginlega 60 leikur og eiginlega okkar ákvörðun hvort við ætlum að vera bara svona einhvern veginn að ná okkur neglunar í alvarlegri fallbaráttu og eigandi 3 mjög góð körfuboltalið eftir og eða að setja stefnuna á úrslitakeppnina eins og okkur langar og sem betur fer þá sýndu mínir leikmenn alvöru hjarta inn í kvöld og kom með frammistöðu sem skilaði 2 stigum á töfluna og það eina sem skiptir máli. Risa frammistöða hjá Tvein og bara allir að skila sér stór skot svona, þeir eru þurftu á því að halda eiginlega. Já, við komum alltaf með svar. Mér finnst Ármannsliðið með fullt af svona einstaklingsgæðum gæjar sem eru virkilega góðir sóknarleikmenn og setja svona pressu á marga staði og sérstaklega eftir svona fyrirháleikinn þegar stóru strákarnir voru að raða þristum. Þá náttúrulega þurfum við að opna þeim svæðin og þeir voru að koma með alltaf eitthvað svona áhlaup tilbaka. En Dwayne kannski sérstaklega og Lou á einum kaflanum og Sven var meitrist líka sem við komum alltaf, við svöruðum á réttu tíma, þeir náðu aldrei að jafna eða komast yfir. Og Dwayne náttúrulega stórkostlegur í sóknarlega í kvöld og hann náði að nýta sér það sem við vissum og það var enginn í Ármannsliðinu sem getur dekka og við mötuðum hann vel og hann skilaði því trausti tilbaka með því að henda inn einhver 50 stig. Já, þetta glæsileg frammistaða hjá honum. Hverjir eru eftir hjá ykkur? Hvernig dagskrárvæn? Við eigum Val heima næstu viku, svo Þór Þorláksson 0 og Keflavík, þannig að það alvöru dagskrá framundan. En bara aftur, núna getum við kannski aðeins heyrt á mánudaginn og skoða markmiðin okkar og við erum búin að tjekka það bóks að vera ekki í séns á að falla og fyrir mig sem Njarðvíking og ég finn alveg fyrir bara ábyrgð að manni líður ekki vel þegar það einhvern veginn svona möguleiki og eftir að við missum Mario Mandzukic út þá þetta búið að vera erfitt á köflum og meiðsli og annað slíkt þannig að við séum eiginlega búin að ýta því til hliðar. Það hjálpar andlegri heilsu mikið og núna þurfum við bara að pæla í að setja upp alvöru frammistöður og styrkja stöðu okkar í 8. sætinu og mæta svo galvaskir inn í úrslitakeppni þar sem allt getur gerst. Glæsilegt, takk fyrir.